Uppáhaldslagið mitt í keppninni í ár kannski bara fyrir utan okkar. Ég myndi segja danska lagið. Annars miða ég allt við Wild Dances, Ruslanu og það erfitt að lifa undir þeim væntingum. Það náttúrulega bara besta lagið ever. Undirbúningurinn búinn að ganga mjög vel. Við byrjuðum náttúrulega að undirbúa okkur í rauninni þegar Þórunn hringdi fyrst í okkur og við byrjuðum að æfa lagið á íslensku þá. Það er nú búið að vera svona strembið á tímum en samt bara heldur sem var óstressuð yfir þessu. Við erum bara spenntir að fá að koma þessu lagi áfram og kynna þetta fyrir Evrópu. Við mætum bara mjög undirbúin til leiks. Væntingar okkar eru fyrst og fremst að komast upp úr riðlinum. Þegar það búið, þá getum við farið að leika okkur en við náttúrulega vonum að við lendum mjög ofarlega. Það væri mjög gaman að koma heim og fara bara beint í Smáralind að spila fyrir alla sko. Ef við vinnum keppnina úti, þá þetta ekki fyrsta sem ég gerir að kissa konuna mína og faðma félaga mína. Ætli ég myndi ekki fara að grenja bara. Það var ekki það fyrsta sem ég geri. Þá ætlum við að kissa alla strákana og stelpuna. Ég ekki búinn að kynna mér þetta mikið en ef ég bara ekki að vona að Ísland vinni. Fyrir þjóðum ekki að hausinn, eða? Við myndum aldrei geta haldið þetta. Ég hef ekki verið kannski mikill tæknikur. Nema hvað, það hægt að ná sér í gítargörinn. Og þetta algjör snilld. Þá bara gerum við svona. Pale beneath the sun, having fun, forget about everyone. I'm dreaming my mind away. Svo getur maður bara farið að semja lög upp á herbyggi og allir haft gaman. Uppáhalds applikationu nú eiginlega bara gítartónurinn. Rándýr gítartónur. Og hann góður. Og svo reyndar ég að eignast eiginlega nýtt uppáhaldsapp á hverjum degi. Þetta ég heiti Matthías en kona mín farin að kalla mig Símon. Ég held að við eigum eftir að standa uppi sem sigurvegarar, hvernig sem fer. Ég held náttúrulega að mitt lag vinni. Ég vil að það vinni og það vinnur. Takk eftir einu að við munum og ég ætla mér að böska í Düsseldorf með síma. Góðu gestir. Það verður geðveikt.